Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Hjá mér Geirdís Hanna, hjólhýsabúi og öryrki, sósíalisti og mannvinur, hundavinur og fleira. Það eru margir titlar. Geirdís, þú lentir nú í ansi óskemmtilegu atviki hér á dögunum sem hefur aðeins verið fjallað í fréttum en það kom upp eldur í hjólhýsi í hjólhýsabyggðinni þinni hér upp á Höfða og það skemmdist mikið þitt heimili. Já, það gerði það að hitinn frá hjólhýsinu þar sem eldsupptök voru að hann var það mikill að hann bræddi gluggana þeim megin á hýsinu og í slökkustörfum að þá yrðist sót og vatn inn heima hjá mér og skemmdirnar urðu töluverðar. Hýsið ónýtt, það óíbúðarhæft, þannig ég heimilislaus með hundinn minn. Já, og var ykkur ekkert meint af þessu? Nei, vegna þess að við vorum báðar komnar út áður en að eldur varð það mikill og þegar hann kom og vakti mig eða reyndar hann bankaði og Tinna vakti mig og ég náttúrulega bara rauk á fætur og svo þegar að sá í hvað stemdi að þá náttúrulega bara hringdi ég á 112 og hljóp út á náttfötunum í inniskónum og Tinna mín, hún var náttúrulega bara í reiðileysi, skítrætt við þessi læti og svo þegar að nágrannarnir fóru að tínast út þá einmitt vinkona mín sem býr við hliðin á mér og hún bara tók hana og bjargaði henni inn í hýsi sitt þannig að hún hefði allavega örgan stað að vera á. Já, það svona samhugur hérna í þessari byggð. Já, við nefnilega erum ofboðslega þétt samfélag og meiri parturinn af okkur búin að fylgjast að síðan í Laugardal. Og það eru komin nokkur ár. Já, þau sem voru lengst niður í Laugardal byrjuðu að vera þar 2017. Ég bætist í hópinn 2019. Þannig að já, þetta búið að vera einmitt mjög góður kjarni sem hefur fylgst að. Og við vorum 4 sem að urðum mjög illa úti í þessum harmleik. Það voru 2 sem að mistu algjörlega allt sitt og 2 hýsi sem stóðu sikkur megin við það að þau skemmtust mikið. Þannig að Nú þetta kannski hópur sem að á ekki mikið svona miðað við marga aðra. En þegar þú segir að missa allt þá það hreinlega allt. Já, algjörlega. Ég var þó sé náttúrulega bara erfitt að segja það, þá var ég mjög heppin vegna þess að ég náði að bjarga til dæmis meiri hlutanum af fatnaðunum mínum og búin að fá að vera þvó hann hjá vinum og vandamönnum og ég var að kynna mér hvað það kostar hjá Efnalaug. Já. Þetta hleypur á 20.000 bara þrifin á fötunum og sængukottum og svona bara þessu helsta. Þannig að þú ert heppin með baklandið. Ég mjög heppin með baklandið. Það var nú sagt við mig á dögunum að þú eignast ekki góða vini nema að vera góða vinu sjálfur. Þannig að ég hef reynt einmitt að reynast mínu fólki vel og að fá það alveg tilbaka. Það mjög fallegt. En hvernig eldurinn kom upp þar sem hann kom upp? Það hefur ekki verið hægt að finna orsakina. Nei. Þannig að því miður þá vitum við ekkert eldsupptök. Nei. En þetta náttúrulega bara alveg sama hvernig eldur kemur upp og þá þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Mikið áfall. Já, vegna þess að þetta í 3. sinn sem ég lendi í bruna. 3. sinn? Jú. Fyrst kviknaði í heimilin okkar á Siglufirði sumarið 78
og þar mistum við föður minn og síðan 1990 veturinn að þá kviknaði í íbúðinni á neðri hæðinni hjá okkur og þar varð mitt herbergi verst úti en þess að herbergi sem eldsupptök voru í var beint fyrir neðan mitt. Já, þetta var kannski hrært svona upp í erfiðum minningum. Algjörlega og eins og segja að ég bara búin að vera á öllu tilfinningarófinu og áfallastreitan náttúrulega bara kom bara af krafti tilbaka. Svona eðlilega kannski. Já. Og ég það hefur komið fyrir að ég hef bara hugsað til hvers að halda áfram. En sem betur fer þá stoppaði það í hugsun. Já, sem betur fer segja með þér. En þetta auðvitað, það hefur ekki verið auðvelt að búa í hjólhýsi, hvorki í Laugardalnum né hér upp á Höfða. Nei, vegna þess að það hefur ríkt svo mikil óvissa. Og þrátt fyrir að Reykjavíkurborg hafi einmitt fullviss okkur það að þarna ættu við bara að vera til bráðabirgða, þá erum við samt búin að vera þarna síðan 16. júní 2023. Já. Og var okkur lofað því að þetta yrði bara tímabundið í 8 til 12 vikur. Ég veit ekki hvaða mælikvarða þau nota en 8 til 12 vikur hjá mér eru löngulinar. Og oft mér sé. Mjög oft, já. Og ég vil meina það að ef þeir hefur bara staðið við stóru orðin og farið strax í framkvæmdir við að finna fyrir okkur svæði. Við erum búin að benda á örugglega 15-20 svæði sem að kemur til greina. Þar sem að við gætum einmitt haft rýmra bil á milli okkar. En þess að 4 metrar sem að eldvarnar eftirliti sett okkur niður í Laugardal, það dugar ekki þegar að svona kemur upp á. Það þarf svo lítið. Það var ekki nema bara örlítill andvari og þið sjáuð aflingarnar því og það eru 4 hjólhýsi sem verða þarna fyrir skemmtum eða altjóni. Já. Og segðu mig, hvað eru þið mörg? Við höfum verið þarna núna undanfarið 15 til 20 hýsi. Já, þannig að þetta er svona 1/4, 1/3 sem að fer þarna mjög illa úti. En hvað tekur núna við? Ég meina, þú ætlar að halda áfram? Ég ætla að halda áfram. Ég er að bíða eftir að fá einhver svör og viðbrögð frá tryggingunum mínum, bara hvað ætla að meta allavega hýsi mitt á, en þess að ég hef bara ekki treyst mér til þess að fara almennilega í gegnum innbúið. Ég fór og ég tók fötin mín og það sem að tilheyrði tinnu og er búin að vera að fara yfir raftækin mín sem að ég átti þarna inni sem að bara ekki nokkuð leið að bjarga vegna þess að þar eru bæði sót og vaskemdir. Ég keypti mér nýja dínu til dæmis í fyrrasumar og hún er ónýt. Svona eitt og annað og tré og plast og leður, þú nærði ekkert svona lykt úr því. Nei. Þannig að það er allt ónýtt. Þannig að það er bara... Stendur þá á svörum frá tryggingafélaginu eða? Ég er búin að reyna að ná í fulltrúan sem að sagði að hann væri komið með mitt mál á sitt borð og sendi síðast bara almennan póst á tryggingafélagið þar sem ég sagði að ég næði bara hreinlega ekkert á þessum einstakling og ég vildi fara að fá einhver svör hvað hvernig þessu máli ætti að lykta af því að mér finnst ekki liggja það mikið á því að þeir fái lista yfir verðmat innbús því að það er hægt að meta hýsið sérstaklega það er náttúrulega hryllilega vont. Ég meina ég er orðin 50 og að eiga hvergi heima, geta hvergi höfði sínu hallað, vera á stofunni hjá vinum og ættingum. Já. Já, þetta tekur á. Já.
Ég get vel ímyndað mér það. Það hérna svo við kannski ræðum aðeins aftur aðbúnaðinn hérna upp á Höfða. Nú hefur þú verið mjög gagnrýnin á borgaryfirvöld einmitt vegna hans, en það eru hérna vatn af einhverjum skornum skammti, var það ekki? Það var til að byrja með að þá höfðum við eingöngu aðganga köldu vatni. Þannig og það eru sko 2 sturtur á svæðinu, en það er ekki hægt að nýta þær vegna þess að þegar hitatunkunum var settur upp þá var ekki hægt að tengja hann í sturturnar. Já. Þannig að við erum bara með heitarennandi vatn í vöskum sem og það eru hann 2 salerni, en þetta er aðstæða sem ég nýti mér ekki, en þess að ég er með þessa aðstöðu inn í mínu hísi. Við fengum frá borginni þvottavél og þurrkara sem við höfðum aðgangað. Þannig að hérna við gátum þá allavega sko, ég fór hann kannski einu sinni á hálfsmánafresti eða einu sinni í mánuði, allt eftir hvað ég þurfti. Og hérna þannig að það er ekki eins og ég sé að nýta þessa aðstöðu í tætlur sko. Nei, það er ekki eins og því sé að biðja mikið, en hvert heldur að framhaldi verði núna á svæðinu? Hafið þið fengið eitthvað viðbröð frá borginni? Engin. Ekki neitt? Ekki neitt. Mér finnst það skammalegt, en mér hefði náttúrulega bara fundist eðlilegast að borgarstjóri sjálfur hefði séð sóma sinn í því að setja sig í samband við okkur, vegna þess að það er einmitt hans tregða sem að hefur orðið þess valdandi að hann bara lokaði lás gagnvart okkar málaflokki og hérna sagði að sko svona byggð væri ekki vel séð og einmitt sko teiknaði okkur upp eins og sko þessi gamla ímynd af trailerpark út í Bandaríkjunum. En svona byggð er til allstaðar í heiminum þar sem býr bara venjulegt fólk. Allt frá láglaunafólki og upp í millistéttar og jafnvel hátekjufólk vegna þess að þetta fólk kýs þennan lífstíl, minimalískan lífstíl þar sem það getur leyft sér meira. Og sem öryrki að búa svona hef ég í raun og veru í fyrsta skipti síðan ég fór inn á örorku efna því að lifa út mánuðinn og leyfa mér. Fara og heimsækja strákana mína norður á Akureyri, heimsækja nýja barnabarnið mitt sem fæddist í október síðastliðnum. Og ég einmitt hafði tök á því að gefa sjálfri mér það í 50 afmælisgjöf að fara og heimsækja vinkonu mín út í Tenerife og er að fara núna í lok febrúar. Ég get stundað íþróttina mína, keilu, án þess að þurfa einmitt að nurla og sko neita mér mat eða líf til þess að einmitt stunda þetta. Svo er þetta bara álagið sem fylgir því að vera á húsnæðis eða leigumarkaði. Ég hefði aldrei efna því að vera á leigumarkaði. Nei. Það bara segir sér sjálft. Ég meina, ég er á nánast strípum bótum og það er alltaf verið að skerða því að ef ég átti rétt í lífeyrissjóði og þá var það skert og svo hef ég verið að sinna formennsku hjá kjarahóp ÖBÍ og fæ örlítið greitt fyrir það og þá skertist ég enn meira, skilurðu. Svo hef ég verið að sitja einstaka fund fyrir sósíalista í borginni og hef fengið greiðslu fyrir það og það skerðir líka. Þannig að það er einhvern veginn alltaf verið að plokka af manni. En einhverja hluta vegna þá hefur mér samt tekist að haga mínum fjármálum þannig að ég hef efnaði að lifa. Ég get leyft mér einstöku sinnum að einmitt fara norður, fara út að borða. Ég meina, ég hef gert það, ég býð bara sjálfur mér út að borða og fara á skemmtanir sem að einmitt rosalega margir þurfa að neita sér en þetta er
Já, þetta endalaust púsluspil Já. og það endalaust komið fram við okkur öryrkjana eins og að við séum bara blóðsugur á kerfinu. Við séum á örorku vegna þess að við nennum ekki að vinna. En það bara svo langur vegur frá því og í mínu tilfelli að ég remdist við það að vera á vinnumarkaði eftir að ég fór inn á örorku og ég keyrði mig inn í kulnun í tvígang. Þannig að það ekki það að ég vil ekki vinna, það ekki það að ég vil ekki leggja mitt að mörkum. Þannig já. Já, og nú ég meina þið hafið ekki fengið við nein viðbrögð frá borginni en hvað með almenning? Hefur almenningur eitthvað sett sig í sambandi við ykkur sem hafið orðið illa úti í þessum bruna? Já, við höfum fengið mjög mikinn stuðning í gegnum einmitt samfélagsmiðla og við þessum fréttum og blaðagreinum sem hafa komið út en það bara ekki nóg því miður. Mér þætti eðlilegast að þetta fólk sem að finnst þetta svona rosalega mikið mál myndi taka sig saman eða bara hver sig skrifa bara borginni. Það yrði miklu meiri þrýstingur á þau að gera eitthvað ef þau findu stuðningin frá almenningi fyrir okkar baráttu. En að þetta ekki vegna þess að við séum einhver gettó, þetta vegna þess að við erum að reyna að bjarga okkur til þess reyna að geta lifa að því að við viljum búa á Íslandi. Ef það væri ekki þannig þá værum við flóttafólk frá Íslandi þar sem að væri auðveldara fyrir okkur að lifa á þessum lúsa launum sem örorkubætur eru. Þannig að já. En hvernig hafa önnur sveitafélög, hvernig hafa þau tekið í svona byggðir? Það eru 3 sveitafélög sem að hafa verið að bjóða upp á langtímastæði en eins og ég hef svo oft sagt að ég skráð til heimilis þó það sé ótilgreint í Reykjavík og greiði mitt útsvar til Reykjavíkur og að sinna öllu mínu félagsstarfi í Reykjavík. Ég að spila og æfa og keppa keilu með IR. Ég formaður keiludeildar IR, ég formaður kjarahóps ÖBI, ég formaður okkar í samtökum hjólabúa. Ég að sinna alls konar starfi sem í Reykjavík. Þannig að mér finnst mjög óeðlilegt að ætlast til þess að ég búi í öðru sveitafélagi þegar að það myndi einmitt kosta mig mikið meira bara upp á akstur fram og tilbaka og þar að leiðandi að þá myndi kjör mín verða lakari sem og annara sem að búa á svæðinu og við gætum þar að leiðandi leyft okkur minna. Og þú fékkst hjól hjá Vinnum og vandamönnum og hefur verið þar. Sérðu einhvern veginn svona fyrir þér svona hvert framhaldið verður og hvenær þú kemst í þitt eigið hús aftur? Ég náttúrulega bara vonast til þess að ég fara að fá einhver viðbrögð frá tryggingunum. Það voru 2 dásamlegar konur, önnur þeirra gömul skólasystir mín og vinkona og svo vinkona hennar að það sett að stað söfnun fyrir mig og það var dásamleg blaðakona hjá DVF sem að skrifaði grein þess efnis og ég að finna mikinn stuðning frá fólki sem ég búin að þekkja í 20 ára og
ég meit bara margir alveg bara, þetta náttúrulega ekkert sem ég get lagt inn á því að bara dropa í hafið en sendir mér einmitt, skiluru styrk og hugsa til mín og ég finn það mjög vel að það ber alveg sko haugur af fólki mikla góðvild til mín en það ekki bara ég sem varð fyrir tjóni. Nei. Og ég var einmitt alveg búin að hugsa það að ef að nægilegar upphæðir myndu safnast að það sem að út af stæði þegar ég væri búin að fá mér nýtt heimili þá myndi það sem að út af stæði renna til sem sagt pólska mannsins sem að misti allt sitt og búin að vera partur af okkar samfélagi mitt bara síðan 2017 eða 2018. Hvernig hefur svona hreinsunarstarf eftir þetta þennan stór skaða, hvernig hefur það farið fram? Síðast þegar ég fór uppbyttir sem að var hvað á miðvikudaginn að þá hafði engin hreinsunarstarf sem farið fram. Það hefur bara ekki neitt gerst? Ekkert ennþá. Nei. Ekki mér vitanlega. Þannig að þarna stendur og standa brunarústirnar bara óvarðar og það, hafið þið fengið eitthvað ástæði fyrir því eða? Ég náttúrulega bara eins og mér hefur fundist allt vera hjá Reykjavíkurborg það bara seinagangur í öllu og eins og líka bara að ég hef mjög mikið bara upplifað að við erum náttúrulega bara 5. flokks fólk og algjör óþarf að vera eitthvað að púka upp á okkur þannig að náttúrulega engum að líða þannig í samfélagi. Nei. Í samfélagi sem kennir sig við velferð og svona manngæsku það er bara alveg ótrúlegt. Já. En hvernig með rannsókn á bara tildrögum slys og svo einni þetta sem þú nefndir með metrana á milli hýsana og hvort það hefði verið hægt að koma í veg fyrir brunan, ég meina heldur til dæmis að borgin geti verið bótaskyld? Já, ég veit það ekki en mér finnst bara allt í lagi að kanna það og Hefur það eitthvað verið skoðað? Nei, það hefur enginn gengið í það enn og ég hef bara verið upptekinn við annað. Ég bara búin að vera að reyna svolítið að hlúa að mér og bara reyna að halda sönsum. Og heilsunni. Já, sem að einmitt ekkert búin að vera neitt rosalega góð. Ég stiftist öll út í herpes af álagi og ég bara þakka fyrir að meðan ég man að taka lífin mín á hverjum degi og já. Akkurat. Þetta mikið álag. En við fáum að fylgjast með framvindunni hjá þér, Girdís Hanna Kristjánsdóttir, hjólabúi og baráttukona fyrir betri heimi. Það gott að sjá þig og bara því þakka kærlega fyrir að vera hérna með okkur og deila þessu með okkur. Takk kærlega fyrir að hafa mig. Já, takk. Og Doggi það meira hér handan við hornið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.